Þetta ekki opaslega sætt? Jú, þetta minnir mig á gamla brandarann, alltaf ekki að fara að draga því hlébarðið. Heyrðu, ég sé það á veðrinu að þeir hérna Jón og Gulli eru búin að setja húu þannig að þú skalt setja hann upp áður en byrjar að spá. Er þetta ekki djúp lægð yfir Norður-Noregi? Nú er það fyrir gefðu. Heyrðu, ég bara taka okkur reynsuna. Þeir eru nýlegir. Nýlegir? Þeir eru allstaðar. Já, þeir eru þetta báð. Já, þeir eru það. Þeir eru að setja kameruna. Hvað er það að láta að gera veðri? Þeir eru búin að taka alla aðra stað sem yfir hérna hvort þið er. Já, nú þetta á sér sína skýringar náttúrulega. Hérna er lægð og hún er lítil og hérna er önnur sem er stærri. Og þessar lægðir eru á leið svona hérna upp með norðurströndu. Þessi ætlar að fara svona í smá beygju og þessi hérna líka svona smá beygju og upp yfir. En sem sagt, þær eru hérna tvær með öllu. Þess vegna hafa ég sett þessu húina, tvær með öllu. Og þær eru með öllu, þær eru með sem sagt skilum, þær eru með rigningu og rigningin er sumstaðar mikil eins og til dæmis hér á Reyðarfirði var 28 mm úrkoma. Við setjum bara 28 hérna rautt, bara gefum við rautt spjald fyrir þessa rigningu alla því að svo er þetta snjókoma á hálendinu því miður. Og með öllu það þýðir, það er líka með vindi. Og hann kemur hérna niður, þessi vindur og svo er þetta 7 stig hérna í Reykjavík og ekki nema 3 stig á hérna, nei, hann er komin í þetta. En það er mjög hlýtt í Evrópu eins og við sjáum og þetta eru tímamót. Þetta er fyrsti vinstri handar, já, rúmlega 30 í Vínaborg og Berlín. Einar Vilhjálmsson væri nú betri þessi, hann er vinstri handar. En, Jón, þetta er ekki hægt. Býtum, hvað er núna búin að gera? Bara að laga hérna fyrir þig áttina. Laga áttina? Þú ert alveg ferlegur. Hvað gerðu núna? Ég meina... Já, ég var bara á þetta svona. En akkur áður 6 og... Nei, það er 6 og ég get ekki alveg gert upp fyrir mig sko hvað við hafa heitt á morgun. Já, þetta er sem sagt bylgjan 6 ára og allir í 7. himni. Sjálfsögðu. Þakka þér fyrir. Jæja. Heyrðu, er þetta... Já, þetta er nú svona, já. Fyrirgefðu. Smá svona. Örlítið bara. Og þá er að raða réttum skífina. Þetta fer til Jóns Axels. Alveg heiði. Og þetta er sérst allskíjað allt land nema bara rétt hér í nágrenni við bylgjuna. Það er svona smá glæta hjá okkur. Og hér er nú hitinn, hann var ekki langt hjá Jóni Axeli. Það er 8 stig sem er spáð á morgun, Jón. 5, 4. Þú ætti engan svona söng eins og hann Gulli. Gingan Gulli, 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 valsa. Gulli, 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 valsa. Gingan Gulli. Jæja, 10 stig hér. Hann er ekki búinn að rugla þessu fyrir mig. Nei, svona. Jón Axel, fyrsta tegina. Já, þetta var afgangs. Og þá eru það skúrir sem verða hér suðaustanvert landið og teygja sig kannski hérna inn að Mýrdalsjökli. Og hérna, hér er síðan snjókomun á hálendinu, eða slitta, skulum við segja slitta. Sættumst á slittu og svo er það rigningum allt norðan og austanvert landið. Næst sennilega ekki samt inn í Húnaflóa, þó skal verður það ekki alveg örugt. Það gæti orðið þoka þar eða svona þrúld þar eins og hefur verið í dag og spáin er mjög svipuð áfram. Það verður sem sagt norðan og norðaustan átt en það verða kannski skúrir frekar sem taka við á sunnudag og mánudag á norðan og austanverðu landinu og þá kannski heldur bjartara hér þannig að Jón Axel hann getur komið hérna kannski á þriðjudaginn og sett þetta sem hann var að setja núna. Þessar er alveg. Ég vissi ekki hvað hann var eiginlega. Var þetta skúrir úr timbri eða barjárni? Þetta er svona vinnuskúr. Já, vinnuskúr, já. En dagskrá kvöldsins er framöndan hér á Stöð 2. Við byrjum á kæra Jóni eða... Nei, bara fylgið, ég vissi ekki. En Lofthjá fylgir í fótspor hans. Það verða 2 bíómyndir frumsýndar hér í kvöld. Sú fyrri heitir Dýrðardagar eða Glory Days og fjallar miðaldra mann sem fer aftur í háskóla í þetta sinn til að komast í fótboltalið. Klukkan 23:25 sýnum við svo spennumyndina Glímugengið eða American Angels sem er óvægna valdabaráttu innan hóps fagurra meyja. Sko, ég er í vinnunni. Hafa það atvinnað að glíma hvor við aðra. Hvor er það? Fyrirgeðu, sko. Okay. En nú er dagskráni hjá okkur hér í 1919 rétt að ljúka en afmælisdagskrá okkar hér á Stöð 2, hún er rétt að byrja. Ef þið sjáið hérna
Hérna, besti, ætlar að snúa aðeins við myndavélina þannig að við sjáum alla gestina hjá okkur hérna í stúdíunu. Þetta eru stjórnarmenn og konur þeirra og starfsfólk hér sem eru með okkur, ég veit ég er í kameru 2, sem eru með okkur hérna. En dagskráni eins og hún að sagði, henni lýkur ekki fyrir 2:30 og bylgjumenn þeir mæti ekki 6 í fyrramálið, ekki svona 8 eitthvað svoleiðis. Já, þannig. Já. Takk fyrir. Verið sæl. Góða nótt.